Kæru hlustendur, við heilsum ykkur úr Fríkirkjunni í Reykjavík á þessum sunnudegi eftir alþingiskosningar. Gleðilega lýðræðishátíð. Fríkirkjusöfnuðurinn á rætur að rekja til lýðræðisvakningar Íslendinga. Kröfunni lýðræði, kröfunni jafnræði stétta, kröfunni jafnræði kynja og kröfunni sjálfstæði. Sú vakning leiddi af sér sjálfstæða kirkju, fríkirkju. Kirkju sem frá upphafi tákn trúfrelsis og frumkvæðis. Nú eitthvað 122 árum seinna eiga kröfur safnaðarins og áherslur erindi við samtímann. Fríkirkjan fallega við Reykjavíkurtjörn stendur sem sístæð áminning það sem hefur áunnist í samfélagi okkar og jafnframt það sem ógert. Fríkirkjusöfnuðurinn hefur á undanförnum árum tekið afgerandi afstöðu með fólki. Fríkirkjusöfnuðurinn var meðal annars fyrst trúfélag á Íslandi til að viðurkenna hjónavígslu hinsegin fólks. Og fríkirkjusöfnuðurinn hefur tekið skýra afstöðu með jafnri stöðu trúfélaga á Íslandi, fjölmenningu og trúfrelsi. Þessar áherslur hafa orðið til þess að Fríkirkjan í Reykjavík hefur vaxið mjög. Fríkirkjusöfnuðurinn þriðja stærsta trúfélag landsins. Aldamótin voru safnaðar meðlimir 5.000 en nú eru tæplega 11.000 manns skráð í söfnuðinn og þar af 900 meðlimir sem ekki með lögheimili á Íslandi. Vaxandi söfnuði þarf að mæta með aukinni þjónustu og í haust bættist sá sem hér talar í hóp þeirra sem starfar fyrir Fríkirkjunni í Reykjavík. Fríkirkjan og verður opið samfélag. Kirkja sem staðsett í miðbænum en telur safnaðar meðlimi frá öllum landshornum og út fyrir landsteinana. Mesti fjársjóður þessa safnaðar það tónlistarfólk sem hér starfar, undir stjórn Gunnars Gunnarssonar. En Fríkirkjan í Reykjavík hefur einstakan hljómburð og ríkulega búin hljóðfærum. Hér elsta kirkjuorgel landsins, Völundar smíð, og kirkjan eignaðist á liðnu ári konsertflygil sem hefur einstakan hljóm. Öllu jafna hér guðsþjónustur á sunnudögum klukkan 2. Í Fríkirkjunni jazzmessur alla sunnudaga. Jazzbandið Mantra leikur tónlist í guðsþjónustum og söngkópur Fríkirkjunnar hefur á að skipa fagfólki sem lætur engan ósnortinn. Það því kjörið að sækja eftirmiðdagsmessur í Fríkirkjunni og njóta kaffihúsa miðbæjarins á eftir. Hrífist þú með, hlustandi góður, standa dyr Fríkirkjunnar þér opnar. Biðjum með orðum Hallgríms Péturssonar. Svo finni ég hæga hvíld í þér, hvíldu Jesú í brjósti mér. Innsigli heilagur andi nú, með ást og trú, hjartað mitt svo þar hvílist þú. Dýrð, vald, virðing og vegsemd hæst, viska makt, speki og lofgjörð stærst, sé þér, ó Jesú, Herra hár og heiður klár, amen, amen, eilíf ár. Some
Í miskunnarbæn gefst okkur tækifæri til að horfa inn á við, að minna okkur á mennskuna. Það kostar hugrekki að horfa inn á við, en launin eru ríkuleg. Svarið frá Guði er elska og því fylgir miskunnarbæn dýrðarsöngur. Í predikaranum er að finna þessa áminningu. Öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðursetja hefur sinn tíma og að rífa upp hið gróðursetta hefur sinn tíma. Að deyða hefur sinn tíma og að lækna hefur sinn tíma. Að rífa niður hefur sinn tíma og að byggja upp hefur sinn tíma, að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að harma hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Að kasta steinum hefur sinn tíma og að tína saman steina hefur sinn tíma. Að faðmast hefur sinn tíma og að halda sér frá faðmlögum hefur sinn tíma. Að leita hefur sinn tíma
og að týna hefur sinn tíma. Að geyma hefur sinn tíma og að fleygja hefur sinn tíma. Að rífa sundur hefur sinn tíma og að sauma saman hefur sinn tíma. Að þegja hefur sinn tíma og að tala hefur sinn tíma. Að elska hefur sinn tíma og að hata hefur sinn tíma. Stríð hefur sinn tíma og friður hefur sinn tíma. Hvaða gagn hefur maðurinn af öllu striti sínu? Ég virti fyrir mér þá þraut sem Guð hefur fengið mönnunum að þreyta sig á. Allt hefur hann gert hagfellt á sínum tíma. Jafnvel eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra, en maðurinn fær ekki skilið að fullu það verk sem Guð vinnur. Ég sá að ekkert hugnast þeim betur en að vera glaðir og njóta lífsins meðan það endist, en að matast, drekka og gleðjast af öllu erfiði sínu, einnig það er Guðs gjöf. Þannig hljóðar heilagt orð, Guði sé þakkargjörð. Í bréfi Páls til Rómverja er að finna þessi hvatningar orð. Guðs ríki er ekki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda. Hver sem þannig þjónar Kristi er Guði velþóknanlegur og í metum hjá mönnum. Keppum þess vegna eftir því sem til friðar heyrir og eflir samfélagið. Þannig hljóðar heilagt orð, dýrð sé þér drottin. Nú flytur barnakórinn við tjörnina sálminn fuglinn, en það er Álfheiður Björgvinsdóttir, kórstjóri sem stýrir. Yrkir
fram nú heilat guðspjall sem að finna í Matteusarguðspjalli. Svo bar við að Jesús sat að borði í húsi hans, margir tollheimtumenn og bersyndugir sátu þar með honum og lærisveinum hans en margir fylgdu honum. Fræðimenn af flokki farisea sem sáu að hann samnýtti tollheimtumönnum og bersyndugum sögðu þá við lærisveina hans: Hann etur með tollheimtumönnum og bersyndugum. Jesús heyrði þetta og svaraði þeim: Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Þannig hljóðar heilat guðspjall, sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Trúarjátning þessarar guðsþjónustu er ort af Matthíasi Jochumssyni. Ég trúi á Guð þó titri hjartað veika og tárin blindi augna minna ljós. Ég trúi þótt mér trúin finnist reika og titra líkt og stormi slegin rós. Ég trúi því að allt er annars farið og ekkert sem er mitt er lengur til og lífið sjálft er orðið eins og skarið, svo ég sé varla handa minna skil. Ég trú á Guð, ég trúði alla stund og tár mín hafa drukkið Herrans ljós og vökvað aftur hjartans lilju lund, svo lifa skildi þó hinn besta rós. Já, þó mér sífellt svíði dreyrug und, skal sál mín óma fram að dauðans ós. Ég trúi þó mig nísti tár og tregi, ég trú á Guð og lifi þó ég deyi. Amen.
Já, kæru hlustendur, gleðilega lýðræðishátíð. Lýðræði er dýrmætasta verkfæri okkar til að tryggja aðkomu almennings að því þjóðskipulagi sem við búum við. Verkfæri til að styðja eða hafna hugmyndafræði sem stjórnmálamenn setja fram. Verkfæri til að hafa áhrif á það í hvaða átt samfélagið er að fara og verkfæri til að ráða og reka fulltrúa almennings við valdastofnanir, Alþingi. Það eru forréttindi að mega kjósa og það er borgaraleg skylda okkar að kjósa hvar sem sannfæring okkar liggur, þó ekki nema til að skila auðum ef enginn talar máli okkar. Í stjórnmálum eru ekki sigurvegarar og taparar. Stjórnmál eru ekki íþrótt, þó stundum sé hiti í mönnum í kringum kosningar, heldur valkostir sem boðnir eru kjósendum. Það er rík ástæða til að þakka öllum þeim sem láta sig stjórnmál varða með beinum hætti og gefa kost á sér. Og að biðja fyrir þeim sem kjörnir eru að þau standi undir þeirri ábyrgð sem við kjósendur höfum treystum fyrir. Stjórnmál og trúmál eru nátengd og kristin kirkja er í eðli sínu pólitísk. Því er oft haldið fram að trúmál og stjórnmál fari ekki saman. Fyrir því eru skiljanleg rök og þau sem halda slíkri afstöðu á lofti vísa gjarnan í dæmi þar sem trúarbrögð hafa öðlast alræðisvald í samfélögum. Staðreyndin er hins vegar sú að trú og lífskoðanir eru svo nátengdar eðli stjórnmála að þau verða aldrei aðskilin, einungis aðgreind. Siðbótarhreyfingin með Martin Luther í broddi fylkingar lagði áherslu á að sverðin tvö, hið andlega og hið veraldlega, ætti að aðskilja. Og með þeirri siðbótarhugmynd var lagður hornsteinninn að trúfrelsi. Trúfrelsi er grundvallaratriði í lýðræðissamfélögum og er skilgreint í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem grundvallar mannréttindi. Á liðinni öld hefur trúfrelsi verið undir stöðugri ógn og trúfrelsi einstaklinga af öllum helstu trúarbrögðum heims verið ógnað. Það kemur mörgum á óvart að kristni eru ofsóttustu trúarbrögð heims, þó þær ofsóknir sem kristnir menn mæta á heimsvísu fái oft litla athygli. Í dag eru ofsóknir í garð kristinna á svæðum þar sem kirkjan hefur starfað frá upphafi kristni víða skilgreind sem þjóðarmorð. Trúfrelsi snýst í grunninn frelsið til að stunda átrúna sinn í friði, án þess að trúarhefðir eða lífsskoðanir ógni öryggi og velferð þeirra. Frelsi til að trúa og tilheyra. Við Íslendingar öðluðumst fyrst trúfrelsi með stjórnarskránni 1874, sem okkur var færð af Kristjáni 9. Danakonungi. Þar segir: Landsmenn eiga rétt á að stofna félög til að þjóna Guði með þeim hætti sem best á við sannfæringu hvers eins. Þó má ekki kenna eða fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði og allsherjar reglu. Enginn má neins missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir trúarbragða sinna. Trúfrelsi skipti höfuðmáli fyrir þær kirkjudeildir sem hér störfuðu á 19. öld við hlið þjóðkirkjunar, kaþólsku kirkjuna og kirkju Jesú Krist sinna síðari dögu heilugu, en ekki síður við stofnun og uppbyggingu fríkirkjunar í Reykjavík. Saga fríkirkjunar hefst á Reyðarfirði, en flokkur kirkjufólks sagði sig úr lögum við þjóðkirkjuna á grundvelli nýrrar stjórnarskrár og stofnuðu fríkirkju, kirkju sem var óháð bæði þjóðkirkju og Danakonungi, kirkju sem var frjáls. Til liðs við þá kirkju gekk séra Lárus Halldórsson prestur, sem jafnframt var fyrsti prestur fríkirkjunnar í Reykjavík. Í sama frelsisanda er fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík stofnaður árið 1899, en einkunnarorð Lárusar voru frjáls rannsókn og frjáls kirkja. Frjáls rannsókn í merkingunni trú sem er óhrædd við að spyrja spurninga, gagnrýnin trú sem leitast við að skilja, sætta og miðla.
og frjáls kirkja í merkingunni kirkja sem hefur lýðræðislega skipan og ekki skákar í skjóli valdsafa, hvorki í Danmörku né hérlendis. Með Fríkirkjunni í Reykjavík og þeim systursöfnuðum sem á eftir komu, Fríkirkjunni í Hafnarfirði og óháðasöfnuðunum, sköpuðust raunverulegir valkostir í trúmálum sem kröfðust þess ekki að skipt yrðu trú. Þær hugsjónir sem leiddu til stofnunar Fríkirkjunnar í Reykjavík eru merkilegar í ljósi þess hvað endurspegla nútímalega hugsun. Hvatinn að stofnun þessa safnaðar var trúfrelsi, hugmyndir jafnræði stétta, lýðræði og jafnrétti og hugsjónin frjálsa kirkju. Ávextir Fríkirkjunnar í íslenskri menningu eru vel þekktir. Á langri sögu þessa safnaðar hefur Fríkirkjan látið að sér kveða í mannlífi og menningu. Fríkirkjusöfnuðurinn var leiðandi afl í lýðræðisþróun og sjálfstæðisbaráttu Íslendinga við upphaf 20. aldar. Fríkirkjusöfnuðurinn var leiðandi í jafnréttisbaráttu Íslendinga en séra Ólafur Ólafsson fríkirkjuprestur var meðal alþingismanna sem beittu sér fyrir fjárráðum kvenna, kjörgengi kvenna og rétt kvenna til menntunar og embætta. Fríkirkjusöfnuðurinn hefur í gegnum söguna fagnað vísindum og rannsóknum við iðkun guðfræði. Fríkirkjusöfnuðurinn hefur tekið afgerandi afstöðu með hinsegin fólki á Íslandi og var fyrst trúfélaga til að viðurkenna hjónavígslu hinsegin fólks. Og Fríkirkjusöfnuðurinn hefur tekið skýra afstöðu með jafnri stöðu trúfélaga á Íslandi, fjölmenningu og trúfrelsi. Mikilvægast af öllu að Fríkirkjan í Reykjavík býður upp á raunverulegan valkost í trúmálum. Valkost til handa þeim sem vilja tilheyra þeirri trúarhefð sem hefur mótað menningu okkar frá siðbót, en kjósa að tilheyra söfnuði sem heldur á lofti framsýni, frjálslyndi, fjölmenningu og mannréttindum. Söfnuði sem hefur látlausa trúverðuga uppbyggingu. Fríkirkjan í Reykjavík ekki stofnun með viðamikið skipurit. Hér starfa skrifstofustjóri, organisti, barnakórstjóri og 2 prestar og síðan kemur mikill fjöldi fólks að öflugu og viðamiklu starfi kirkjunar. Kórum, fermingastarfi, tónleikahaldi, miðlun og helgihaldi. Auk öflugs hóps sjálfboðaliða sem skipa safnaðar ráð. Höfði slík kirkjuskipan til þín, slík safnaðar sín, skaltu kjósa Fríkirkjunni í Reykjavík með því að ganga til liðs við söfnuðinn. Við fögnum í dag lýðræðishátíð, degi þar sem kjörnir fulltrúar frá umboð frá kjósendum til að starfa á Alþingi Íslendinga. Kristin trú í eðli sínu pólitísk, en hún ekki flokkspólitísk og sannkristna menn að finna á öllum ásum stjórnmála. Vinstri menn á Íslandi hafa verið hliðhollir kirkjunni til jafns við íslenska hægrimenn. Viðfangsefni kristinnar trúar eru velferð manneskjunnar, skipting gæða og eðli valds, þau sömu og eru viðfangsefni stjórnmála. Kristin trú boðar hins vegar ekki ákveðna stjórnskipan, heldur leggur til grundvallar viðmið, kærleika og mannhelgi, sem eru hafin yfir hugmyndafræði stjórnmála hvers tíma. Kristin kirkja samfélag þeirra sem vilja halda á lofti fagnaðarerindi Jesú Krists og samfélag þeirra sem láta sig velferð annarra varða. Boðskapur Jesú frá Nasaret hápólitískur og kirkja hans frá upphafi pólitísk og getur ekki verið annað. Sú kirkja sem ekki vill taka þátt í stjórnmálum kirkja sem annað hvort þorir ekki að gagnrýna valdsafa eða skákar örugg í skjóli þeirra. Slíkar kirkjur komast ekki hjá því að bregðast köllun sinni. Jesús krefur okkur réttlátt samfélag og setur í öndvegi alla þá sem standa höllum fæti í samfélagi manna, sjúka, synduga, útlendinga, fátæka. Hvern þann sem handhafar hins veraldlega valds telja utangarðs eða beita valdi.
Pólitík kirkjunnar fjallar aðstæður fólks. Með boðskap Jesú að leiðarljósi getum við mælt árangur okkar á grundvelli þess hvort við séum að þjóna fólki. Með slíkan mælikvarða að leiðarljósi getum við greint á milli sanntrúar og villu, réttrar og rangrar hugmyndafræði og góðs og íls. Valdi fylgir ábyrgð og ef valdi beitt á kostnað fólks gengur það gegn vilja Guðs að áliti Jesú Krists. Tilgangurinn helgar aldrei meðalið. Boðskapur Jesú boðskapur kærleikans og kærleikurinn samkvæmt boðskap Jesú æðri allri hugmyndafræði og æðri allri pólitík. Stjórnmál sem hafa kærleikan að leiðarljósi leita leiða til að mæta þörfum fólks og til að rétta hlut þeirra sem fara hallloka í samfélaginu. Guð blessi þá kjörnu fulltrúa sem í dag fá umboð til góðra verka. Formaður Pieta-samtakana, Dr. Sigríður Björk Þormar. Það þessi dagur í dag. Þessi dagur sem ég fékk símtalið. Dagurinn þar sem presturinn og lögreglan stóðu öxl í öxl á útitröppunum hjá mér. Dagurinn sem ég fann ástvinn minn í herberginu sínu. Í bílskúrnum eða dagurinn sem hann fannst úti í náttúrunni. Þetta dagurinn þar sem allt breyttist. Dagurinn sem markar upphaf og endi í lífi mínu. Dagurinn sem markar endi á lífinu sem ég þekkti og upphaf þess lífs sem ég þekki núna. Það eins og sjálfsvíg náins aðila breyti að ákveðnu leyti heimsmynd manns.
og lífið skiptist í fyrir og eftir sjálfsvíð. Það sem áður var einhvers konar sanngjarn og réttlátur og mögulega öruggur heimur er í dag ófyrirsjáanlegur og óáreiðanlegur. Heimur þar sem vonir á öllu, þar sem vonir á því að ástvinir okkar geti horfið á svipstundu án þess að við höfum á því nokkra stjórn. Orðið syrgjandi hefur stundum fengið mig til þess að velta fyrir mér hugtækinu sorgarferli. Fræðimenn hafa gegnum árin reynt að skilja sorgina, bæta úrvinnslu á sorginni og gefa fólki verkfæri til þess að takast á við sorgina. Fyrri kenningar leiddu drög að því að sorgin færi á nokkuð markvissan hátt í gegnum ákveðið sorgarferli, en seinni tíma kenningar hafa sýnt betur fram á fjölbreytileika sorgarúrvinnslunar. Minna er talað að sorgin er kannski eitthvað sem við þurfum ekki að takast á við og sigrast á, heldur kannski leyfa henni svolítið að sigra okkur. Að hún fái kannski að vera eins og lítið fræ sem sái sér í hjart okkar, vex og verður að fallegum og oft ljúfsárum söknuði. Það er afar sárt meðan fræið er að finna sér farveg og að skjóta rótum og koma sér fyrir, en smám saman vex eitthvað frá því sem yljar okkur og vekur okkur til umhugsunar dýrmæta tíma og við finnum fyrir söknuði sem aldrei hverfur, en oft minnkar og verður bærilegri og breytist í minningu þann sem fór. Síðastliðinn áratug hefur árlegur fjöldi sjálfsvíga á Íslandi verið á bilinu 27 til 49 einstaklingar og stærsti hópurinn þar er á aldrinum 30 til 45 ára. Það er sárt til þess að hugsa að sjálfsvígur er ein megin orsök andláts ungra karlmanna á aldrinum 15 til 29 ára á Íslandi í dag. Sá aldur hefur færst neðar fyrir karlmenn, en konur sem taka eigið líf gera það flestar miðjan aldur. Áratuginn á undan var þessi meðalaldur sjálfsvígs karlmanna 45 til 59 ára, eða það bil 20 árum hærri. Þetta er eitthvað sem við sem samfélag verðum að veita eftirtekt. Fyrir utan að vera vettvangur fyrir fræðslu og umfjöllun sjálfsvíg og sjálfsskaða í samfélaginu, þá hafa Píetasamtökin það hlutverk í samfélaginu að veita fólki sem er í sjálfsvígs hugleiðingum eða stundar sjálfsskaða meðferð í fallegu og notalegu umhverfi á Baldursgötunni. Fagfólkið okkar og sjálfboðaliðar veita aðstandendum sem mist hafa ástvin í sjálfsvígi stuðning og fræðslu og hvetja til aukinna þekkingar og vitundar orsakir og afleiðingar sjálfsvíga og sjálfsskaða í samfélaginu. Þeir sem þurfa sérhæfðari meðferð fá hana sér að kostnaðarlausu úr hendi vel þjálfas fagfólks. Að baki hverjum og einum einstakling sem tekur lífsitt eru syrgjendur sem þurfa að fara í gegnum eina erfiðustu reynslu lífsins og hafa 62 syrgjendur leita til Píetasamtakanna í ár, þó svo ári sé rétt rúmlega hálfnað. Við erum því ekki bara að segja frá, heldur erum við að bregðast við. Til Píeta koma árlega á milli 2 til 300 einstaklingar í 500 viðtöl. Enn fleiri hafa samband gegnum Píetasímann sem opinn er allan sólarhringinn í síma 552 22 18. Í þessum viðtölum reynum við að glæða von og auka stuðning við þá sem eru fullir af vonleysi eða þjást að öðru leyti. Sjálfsvíg eru svo sár því okkur finnst gjarnan að við hefðum getað gripið inn í, gert eitthvað til þess að afstýra þessum sára atburði. Okkur finnst erfitt að einhver taki slíka ákvörðun lífsitt. Þó heimsmyndin hafi breyst, þá er von. Þar sem fræðsla og þekking á sjálfsvígum er sífellt að aukast, þar sem inngripum og úrræðum fjölgar og jafnvel fólki að kostnaðarlausu. En hvað getum við gert fyrir ástvin okkar? Hvað getum við gert sem samfélag? Við getum hlustað og veitt athygli. Verum óhrædd við að spyrja ástvin okkar líðan þeirra. Eða ef okkur grunar sjálfsvígshugsanir, að spyrja þær með auðmýkt og án þess að dæma. Rannsóknir sýna að það er hjálplegt
að rjúfa þögnina og að opna á tjáningu líðan. Hlustaðu og vertu til staðar og aðstoðuðu viðkomandi við að leita sér aðstoðar Pieta-samtakana. Við tökum á móti fólki og reynum að ganga með þeim á þeirra hraða úr myrkrinu í ljósið. Takk fyrir. Ég les Kom vinur eftir Vilborgu Dagbjörnsdóttur. Komdu, með sorg þína og einsemd, með kvöl þína og angist. Það kvöldar, við skulum kveikja ljós. Drekkum kryddað vín og etum sætar kökur. Utan úr myrkrinu teygir gamla tréð, hnúa bera hönd og guðar á gluggan. Í barmi sínum skýlir það litlum skjálfandi dúnhnoðra sem ætlar að fagna vorinu með dillandi söng. Öllu er markaður tími. Hví skildum við, ein af lifandi verum, vilja stytta okkur leiðina. Komdu. Þó ekki sé annað, þá getum við hlustað á gnauðið í vindinum. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along when your day is night alone. Hold on if you feel like letting go.
of this life to hang on. Well, everybody hurts sometimes, everybody cries, everybody hurts sometimes, and everybody hurts sometimes. So hold on, hold on, hold on, hold on. Everybody hurts. Biðjum saman bænina sem Drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen.